Það var heldur betur handagangur í öskjunni á hjúkrunarheimilinu Lögmannshlíð á Akureyri eitt þriðjudagskvöld í október 2022. Hver pakkin á fætur öðrum var það rifinn upp og það var eins og jólin væri komin í hús. Ég fékk þessa hugmynd fyrir nokkrum árum að það er fullt af ættingjum sem koma hérna til foreldra og frængu eða eitthvað sem býr hér. Það eru 5 heimili hérna og fullt af þessum gestum geta spilað til dæmis, en það hefur ekki verið neitt gítar á svæðinu sem er bara, það er svo lítið og létt mál að hafa eitt gítar. Já, og ég bara hoppaði borð og ákvað að reyna að bjarga þessu. Hafði sambandi við Lions-klúbbana inn í bænum. Einn svaraði, Hængurinn beit á, Lions-klúbburinn Hængur beit á og þeir bara styrktu kaup á 5 gíturum með póka og með statífi og með nöglum, strengjum, tjúnir, ól, bara allt, já, og með þess að kennslumyndband. Þannig að íbúarnir geta þess vegna farið bara að læra að spila, En svo verður þetta bara sett inn á heimilin núna á eftir. Og sem sagt, gítararnir eru komnir hérna og þið eru svona að prófa þá og þið ætla að prófa almennilega með þess að hérna eftir með bara smá tónleikum. Já, einn er að opna kassatittur og annar að tjúna hér. Þetta er bara einhvern veginn þannig, Við erum bara, og einn er að setja upp kerfið, að því að strákurinn sem að venjulega setur upp kerfið, hann er veikur eða í fríi eða eitthvað. Og já, ég hóaði bara í 4 vini mína sem að spila allir á gítar til að vera með og við spilum nokkur lög á eftir, á alla 5 gítarana og fáum bara íbúana til að syngja með. Eitthvað bara, þú veist, svona, komdu og skoðaðu eitthvað sem allir kunna. En þetta er nú ekki fyrsta skipti sem að þú spilar á öldrunarheimilum hérna á Akureyri? Nei. Ég var byrjaður fyrir aldamót og þá var það niðri í Bakkahlíð, þar sem að heila bilaðir voru eins og það var kallað þá. Mamma gamla var þar og það var dásamlegt að koma þangað og spila. Pálmi heitinn í tónabúðinni, hann átti líka mömmu þarna. Við fórum hérna saman og spiluðum og þá var maður að horfa upp á fólk sem að hafði kannski ekki talað í viku eða meira. Svo kom bara sestu hér, eitthvað svona rólegt, þá faraði að syngja. Þá fer maður bara að skæla, að sjá hvað er þarna ennþá. Þannig að tónlistin getur gert kraftaverk? Já, hún gerir það. Og já, eftir að við Pálmi spiluðum þarna niðri í Bakkahlíð, þá húkaði ég mér einn prest sem heiti Gylfi. Hann var á Hólum núna alltaf lengi, Gylfi Jóns. Og við spiluðum fyrst bara 2. Svo bara söfnuðust vinirnir utan á og þetta er 5 manna band í dag og búið að vera í mörg ár. Og við erum alltaf einu sinni í mánuði hér, einu sinni í mánuði upp í Hlíð. En það er svona spurning hvort ykkar verður þörf núna eftir að gítararnir eru komnir hingað? Já, heyrðu, ef við að hætta við þetta kannski, ekkert að afhenda gítarana. Jú, ég held að við fáum að vera áfram, alveg hiklaust. Veistu til þess að önnur hjúkrunarheimili séu með einmitt gítara til afnota fyrir starfsfólk, gesti eða vistmenn sjálf? Ég veit það ekki. Það er upp á Hlíð, þá held ég að séu gítarar á 2 heimilum. Ég veit ekki meira. En bara ég ætla að reyna að fá fleiri til að hjálpa mér og safna meiru þannig að öll heimili, alla deildir verði með gítar. Ertu með einhver tímamörk á þessu verkefniðinu? Já, bara eins og segir í laginu áður, en ég dey. Nei, það er ekkert svoleiðis. Bara það er gaman að standa í þessu, voða gaman. En við erum búin að bíða með þessa 5 gítara síðan fyrir COVID. Það var Lions-klúbburinn búinn að styrkja þetta og hafa búið að kaupa þetta niður í tónabúð fyrir sem sagt, 2,5 ári. Síðan var ekkert hægt að gera. Það er loksins núna sem að hægt er að afhenda það. Og ég hlakka til.